Nú góða og girnilega góða áleikið komið í nýjar og umhverfisvænni umbúðir. Betra fyrir umhverfið og þig. Goði. Alltaf góður. Jóhann Björn Sigurbjörnsson, 25 ára skagfirðingur og eitt fremsti spretthlaupari landsins, að takast á við mikil veikindi. Hann greindist með Hodgkins eitlkrabbamein fyrir stuttu og í miðri lyfjameðferð. En þetta ekki fyrsta sinn sem hann tekst á við veikindi. Hann fékk alvarlegan vírus í heila þegar hann var 14 ára gamall. Jóhann, segðu mér frá deginum þar sem þú uppgötvaðir að þú værir orðin eitthvað veikur. Ég held að það hafi verið dagurinn ég fór heim jólin núna og þá veiktist ég bara með flensu, bara hálsbólgu og kvef svona eins og venjulega bara. Síðan lagast ég nú bara ekkert, ég var nú bara svolítið slæmur og skildi ekkert í því almennilega hvað var í gangi. En svo vaknaði ég daginn bara aðfangadag. Þá ég bara allir stokkbólgin á hálsinum. Það var svolítið óeðlilegt með hálsbólgu og kvef svona. Já, var það svona utan á? Já, það kom alveg hér svona. Þannig að það voru kannski svona fyrstu einkenni. Og síðan fer ég bara á sjúkrahús á Króknum og hitti læknirinn og hann skildi nú ekki alveg hvað þetta var og hann fannst þetta nú samt skrítið. Og hann lætur mig bara fara í myndatöku. Og þar sjá þeir aðalega sjá þeir í miðmættinu, það sé stækkun. Og sjá náttúrulega líka þessar stækkanir þarna. Og þá ég bara sendur á Akureyri, bara á milli jól og nýjárs. Þá fer ég á Akureyri og þar ég lagður inn. En það ekki þar samt, sjá þeir ekki strax hvað í gangi. Því þeir sjá bara eitlarnir stækka og þeir vissu bara ekki hvað var í gangi. Þeir sá bara eitlarnir stækkuðu en stækkuðu svolítið óeðlilega mikið þess vegna var ég lagður inn. En svo minnkuðu þeir svo mikið tilbaka strax. Og ég var hitalaus og var eðlilegur aftur. Varstu settur á einhver lyf strax? Nei. Fekk bara verkjalyf. En þegar ég var lagður inn þá leið mér alltaf eins og ég væri með hita og ég var allur óeðlilegur. Ég var alltaf hitalaus. Ég var allur bara mjög skrítinn. Og svona skrítnir, allt öðruvísi svona heldur en venjulega bara Varstu þá búin að finna fyrir einhverjum þurrki eða? Já, þá til dæmis ég búin að vera með þurrk alveg sín í haust og aldrei skilið neitt. Búin að reyna öll krem, búin að gera allt og ég sem íþróttamaður fyrir sturtu á hverjum degi að þetta var svolítið flókið að halda sér bara, halda líkamannum einhvern veginn, ekki svona. En hvenær færðu svo að vita, hvenær greinistu með þennan sjúkdóm? Síðan einhvern veginn heldur þetta áfram þarna. Ég fer bara að vinna aftur, ég bara virðist vera eðlilegur. Ég fer endur ekki strax að vinna, ég fer að vinna bara eftir 10. janúar. Ég var bara settur svona, slakaði bara á aðeins. Og ég gerði það bara og svo var ég nú bara eðlilegur, ég fór bara í vinnuna og eftir það og átti svo að fara í viðtal hérna ég fyrir sunnan. Og ég gerði það, ekkert vandamál og ég virtist bara vera fínn úr því viðtali, hún skoðaði mér læknirinn og virtist ekkert vera neitt óeðlilegt í gangi þá. Þá segir hún, og þá ákveðu það bara að ég myndi fara að æfa aftur af því ég hætti bara að æfa, ég gat ekkert æft ég var svo slappur. Og þá kemur það mest í ljós að ég fer á 3 æfingar og ég bara búinn á því eftir marga daga eftir á. Og þá ákvað ég að það var þannig að ég fór bara mánudagsmorgni bara inn á spítalann og ég sagði bara að það væri eitthvað að. Og hann tekur blóðprufu úr mér og hann sér það að sé hækkandi gildi í einhverju og þá ákveðum við að taka sýni. Og svo bara, kemur það komið í verk það er að taka sýni. Ég var þá að vinna á Króknum, var sem sendur svo á Krókinn að vinna. Þannig ég var svolítið út allt þarna. Og síðan kem ég suður á afmælisdaginn minn. Sem hvenær? 10. febrúar. Já. Og læt taka úr mér sýni. Og þá og svo líður alveg vika alveg að því
og þá fer ég í viðtal, þess það hringir í mig læknirinn og þá fer þetta að koma yfir mig sko, að sé kannski eitthvað í gangi sko. En það er í rauninni bara út af því að mamma segir við mig að jafnvel núna er kannski eitthvað að þú veist, ég var ekki að átta mig á því sko, bara alls ekki sko. Ég var bara ungur 25 ára að reyna að vinna sko, ekkert kjaftaði hér sko. Nei. Og Hvað var sagt við því? Hvað fékkstu að vita? Sko fyrst var það þannig að hann hringir í mig læknirinn og ég er bara í vinnunni á fullu, ég man að ég var að draga út kapla hérna í biðarstofnun í byggingu, alveg á fullu og ég heyrði ekkert í honum og hann var að segja við mig að það þyrfti að tala við mig bara í viðtali, þessar niðurstöður og ég skil ekki alveg hvað það meinar, ætlaði að fara að leggja mig inn sagði ég, því mér fannst eins og hann var að tala það fyrst og eitthvað og en svo fattaði ég þetta allt saman og þú veist, það er bara viðtal og við ákveðum að í viðtali yrði bara á Akureyri af því ég var staddur á Króknum og þannig að þá þurfti ég náttúrulega, þá kom náttúrulega heil helgi þar sem ég þurfti að skipuleggja að reyna að koma kærustunni minni til mín af því að við ákveðum að gera þannig af því að mamma og pabbi þurftu að fara suður og þetta var allt svona mjög flókið, þetta var rosalega mikið scenaríó svona man ég, þetta voru svo skrýtnir dagar og ég vann alla dagana sko af því ég var rauninni að vinna mér inn í yfirvinnu og var svona að reyna það var meiningin með að fara norður að vinna meira. Þannig að það voru svolítið skrýtnir dagar að vera svona að greinast með krabbamein í því að að reyna að vera sko að vinna. Já. Ekki að vera einhver sjúklingur allt í einu. Akkurat. Það var svona kannski ákveðin afneitun hjá manni, hjá þér. Já, það var mikil afneitun. Já. Ég get alveg viðurkennt það. Ég vildi ekki trúa því, ég hélt bara áfram. Já. Akkurat. Og þú ferð norður á Akureyri og þá segir hann við út með Hodgkins. Já, og ég fyrst hann sagði að ég væri með Hodgkins og ég sagði mér Hodgkins, ok, ég svo sem var búinn að gleyma því orði, ég hef ekki heyrt það svo sem áður þannig sé. Og ég sagði, ok, það kannski er ekki krabbamein, en það náttúrulega er krabbamein, þannig að svo þegar hann segir að það sé krabbamein þá náttúrulega fattaði ég hlutina. Fattaði það, þú veist, kannski það sem ég hugsaði þá var náttúrulega er allt búið hjá mér í íþróttunum, er bara allt farið, er ég bara orðinn krabbameinssjúklingur og er bara lífið náttúrulega breyttist bara þarna, náttúrulega. Það gerði það, en ég man að ég hugsaði áður ég fór í viðtali að sama hvað læknirinn segir við mig í þessu viðtali, að þá er ég alltaf bara Jóhann Björn Sigurbjörnsson. Þú veist, ég veit alveg hver ég er búinn að kynna sjálfur mér í gegnum íþróttirnar og veist fyrir hvað þú stendur? Já, ég vissi hver ég væri. Já. Ég sem betur búinn að vera alltaf í þessu. Íþróttum? Já. Segðu mér aðeins það, þú ert sko búinn að vera í íþróttum sem þú manst eftir þér. Já. Og fannstu að þú gast náði styrk í það þegar þú varst að taka við þessum fréttum? Já, alveg gríðarlega. Já, hvernig? Vegna þess að í þessari íþrótt sem ég hef verið í, spretthlaupum og svona, að þá þarftu að bara læra inn á sjálfa þig. Já. Þú þarft að þekkja sjálfa þig. Þú þarft að vita hvað styrklingar þínir eru og ég er búinn að vera það lengi í þessu, eða svona mörg ár og er líka búinn að fara bara sjálfur í bara eins og maður segir naflaskoðun á sjálfa mig til þess að láta mig líða betur og til þess að vera betri íþróttamaður. Og það er það sem er að hjálpa mér að maður getur eins og staðan er núna til dæmis, þá er ég búinn að fara í 3 lyfjagjafir og maður myndi náttúrulega kalla þetta ekki spretthlaup, þetta verkefni. Nei. En þú breytir því bara yfir í langhlaup af því þú veist hvað, og breytir öllu bara yfir. Eins og þegar ég, eftir fyrstu lyfjagjöf, þá lenti ég inn á spítala og þá líkti ég þessu bara við eins og að togna. Þetta er bara eins og að togna aðeins aftan í og svo bara kem ég aftur, fæ lyfjagjöf. Já. Þannig að þannig tekur þetta. Já. Og á þennan hátt getur þú keyrt áfram, haldið áfram og séð að því að lífið er náttúrulega og íþróttirnar alltaf bæði sigrar og töp. Já. Þú þarft að læra að tapa aðeins og svo vinnur þú líka. Já. Það er bara það. Já. Af því þú kannt að tapa. Heldurðu að þú sért líka líkamlega betur undir það búin að fara í gegnum svona mikið sjokk? Það er náttúrulega mikill kostur að vera ekki á neinum lyfjum áður og alls konar svoleiðis og náttúrulega í góðu líkamlegu standi. Já. Það náttúrulega er það. En það er samt alltaf
þannig að líkaminn hann, já bara eins og þetta, ég fekk fyrstu lyfjaviku vinn og það gekk ekki rosalega vel strax. Ég þurfti að bíða í viku og þannig að það er bara misjant held ég hvernig bara DNA í líkamanum sko, hvernig þú tekur inn. Já. Þú veist. Já. Hvað hefur svona verið erfiðast í þessum 3 lífáðgjörnum? Hvað er flóknast í? Ég held að það flóknasta sé bara að í rauninni bara að drekka og borða. En þú veist, það er oft, þú þarft að finna hvað þú getur borðað hverju sinni og hvað þú getur drukkið vegna þess að það er bara mjög misjant. Og mjög misjant sko, já eins og núna þessari lyfjagjöf, 3., þá fekk ég rosalega mikla ógleði. En annars hef ég verið fínn sko. Já. En í hinum þá var kannski öðruvísi og svo náttúrulega eru alls konar aðrar aukaverkanir sko. Segðu mér aðeins það. Það er náttúrulega bara, þú veist, sem íþróttamaður og þá náttúrulega ertu svo vanur að geta labbað og hlaupið og skokkað en þú missir bara allan kraft í nokkra daga. Já, eftir lyfjagjafir. Já. Allan er það þannig í mínu tilfelli náttúrulega. Þetta er náttúrulega alltaf rosalega misjant. Já. Hjá öllum sko. Já. En í mínu tilfelli þá er það þannig að ég missi bara, ég er svolítið kraftlaus. Og ég held að sé bara, það er erfitt að díla við það sko. Það er svo, þú hefur verið léttur á þér alla ævi og... Alltaf geta allt sem vilt, já. En svo er það líka bara, maður lærir líka af því. Hvað lærir maður af því? Maður bara lærir af því að njóta þess að vera til sko. Já. Þú veist að þú lærir bara, það er bara gott að lenda í hlutum líka. Förum að segja það sem þú lendir í þegar þú varst í 8. bekk. Þetta er ekki fyrsta sinn sem þú hefur tekist á erfiðleika. Nei, ég sem sagt eftir fermingu, fæ ég flogakast. Pabbi kemur bara að mér nóttina, Þannig að 12 kvöldið eitthvað svoleiðis, ákveður kíkja inn í herbergi og ég er sem sagt bara í flogakasti í rúminu og búinn að bíta í tunguna, þannig að það var smá blóð komið og hann rauninni tekur aðalega eftir blóðinu held ég. Og þá er náttúrulega bara farið með mig strax bara sóttur náttúrulega bara sjúkrabíl og bara strax á gjörgæslu. Ég held ég sé komin á gjörgæslu náttúrulega Akureyri strax en svo fer ég strax með sjúkraflugi í Reykjavík. Og þá er henni komið í ljós að ég fekk adenóveiru upp í heila. Þess bara held ég bara veira sem að bara komst upp í heilan og þá líkaminn bregst við með flogakasti. Ég var aldrei flogaveikur, það var allt rannsakað. Ég þurfti að koma upp eftir það. Ég var haldið sofandi í 13 sólarhringa á gjörgæslu. Hérna fyrir sunnan. Og svo er ég aðra viku inn á barnaspítalahringsins. Þá var ég líka allur máttlaus. Ég man að ég átti nú örugglega að vera svona 50 kíló kannski þá, ég man ekki. En ég var allan svona 42-43 held ég. Já. Ég held ég að vera alveg svona, ég datt alveg niður manni. Það vissi enginn hvernig þú kæmur út úr þessu, eða hvað? Nei, en það var ekkert endilega vitað. Nei. En það var ekki samt endilega eitthvað staðfest að ég væri farinn sko, eða þú veist, það myndi ekki koma eðlilegur sko. Nei. En þú vaknaði bara alveg þokkalega eðlilegur. Já, ég held það. Ég spurði víst einhvern Manchester-leik og já, var það er mjög eðlilegt. En þarna þurftir í fyrsta sinn að læra að stíga upp úr mjög miklum erfiðleikum, var það ekki? Jú, ég var alveg kraftlaus. Já. Fyrstu vikuna þá er bara pabbi að pína mig að setjast upp og borða. Það var bara þannig. Var alveg harkan sex á þig? Já. Já. Það er bara, og það er það sem virkaði líka, að hjálpaði mér. Já. En ég þurfti líka bara að fá hjálp við að fara á klósettið fyrstu dagana sko. Ég var alveg máttlaus. Það er líka bara ákveðin upplifun sko, 14 ára gamall. Já. Þannig að þú hefur ýmsan reynslu í farteskinu. Já, það má segja það. Já. Að ég hafi aðeins þurft að hafa fyrir því, en maður læri líka bara á því og fyrir mér náttúrulega var ég bara eðlilegur, ég kom nú bara tilbaka og þetta er nú svo skrítið. Já, og þú settir allan kraft í að fara að æfa enn meira og þá frjálsar. Já, það er bara æxlaðist þannig, ég bara einhvern veginn mætti ekkert mikið meira fótboltaæfingar eða körfuboltaæfingar, en fór svona í frjálsarnar og í spretthlaupin. Hentar það þinni skapgerð, einhvern veginn að vera að sjá markmið og setja þið markmið og ná þeim? Ætli það sé ekki bara góður punktur í þér. Svona sjá markmiðin og
bara hef alltaf verið ákveðin í því, sko. Og treysta svo sjálfan sig svolítið á því. Já, og svo líka bara þetta að ekki bara að setja þessi markmið, heldur líka bara að njóta þess að æfa. Og þetta er líka bara eins og þó að ég sé núna í lyfjameðferð, þá ég alveg að njóta lífsins, sko. Já, segðu mér hvernig þú nýttir lífsins. Ég held að maður njóti lífsins bara með því að þú sér sólina eða eins og ég sagði við áðan, ég bara að sjá umhverfi í kringum mig. Bara einhver sem óvart tók bara ekki eftir. Já. Af því maður fer bara í vinnuna og maður fer bara í æfingu og svo fer maður bara elda og allt á fullu. Já. En einhvern veginn núna bara, maður bara nýtir lífsins. Þó að dagarnir séu ekkert alltaf skemmtilegir. Nei. Það ekkert eitthvað gaman að vera bara heima og geta bara að fara í göngutúr. Nei. Og ekki neinar æfingar. Nei. En það samt gaman að því að fara í göngutúr og svo heyrir maður í vinum sínum. Svo hringir kannski pabbi og þá fer maður að tala hlutina og við getum talað saman mikið. Já. Þannig þú ert með gott net í kringum þig. Já, ég hef alveg bara ótrúlega marga góða vini. Akkur heldur að það sé? Það er náttúrulega góð spurning. Vonandi maður búinn að vera góð við þá allavega. Gæti verið. Ég vona það. En þú ert kærustu? Já. Ég var kærustu líka sem er búinn að hjálpa mér mjög mikið. Alveg gríðarlega mikið. Við erum búin lengi saman og ég held að það verður erfitt að vera án hennar núna, skal viðurkenna það. Sérstaklega eins og með lyfin, eftir fyrstu lyfum bara til byrjaði að halda saman lyfjónum og hvernig taka lyfin og hvaða lyfi við þessu og ég þurfti bara að fá hjálp. Já, þetta ekki alveg heit lyfjaskápur eiginlega? Já, sko, ég myndi ekki alveg segja það. Nei. En þetta samt miklu meira heldur en fyrir náttúrulega mann sem hefur ekki verið með neina sjúkdóma. Nei, akkurat. En ertu verkjaður? Finnurðu mikið til? Stundum finn ég náttúrulega alveg eitthvað til í löppunum þegar ég labba og svona. Já. En ég myndi ekki segja að ég væri rosalega verkjaður. Nei. 1 klukkutíma þá kannski eins og ég sagði, þegar það mér heitt, hinn klukkutíma kalt. Stundum eins og núna þessa dagana að þá ég þannig að ég blæs út. Þannig að það alls konar aukaverkanir. Það alls konar aukaverkanir og mikið til dæmis bara mikið loft í maganum, alveg gríðarlega mikið loft. Já, breytist allt kerfið hjá manni? Já, það svolítið breytist. Það getur verið smá óþægilegt. En svo sko, eins og ég segi, þetta svona fyrstu dagana og svo bara verður nokkuð eðlilegur sko. Svona þannig. Af því að þú bara svona aflyfjast, en svo bara kemur næstu skammtur. Hvað þarftu að fara í margar? Sko, það ekki alveg vita. Við erum ekki búin að plana, ég búin að taka 3 núna, tek einu viðbót og fer þá í skannan. Já, þetta þessi PET-skanni? Já, jáeindaskanni. Jáeindaskannin. Og hann sýnir þá hvað? Hvort að... Þeir náttúrulega sáu seinast, ég er búin að fara í PET-skannan og þá sáu þeir náttúrulega að þetta í efri, fyrir ofan þynd, þetta eiginlega bara allir eitlar fyrir ofan þyndina og þá rauninni geta þeir séð bara hvort sé bara einhver áhrif, hvort sé að minnka áhrifin, þeir sjá þetta náttúrulega, setja geislavirkt efni í mig og ég allir geislavirkur þarna eftir þetta. Já. Og já. En hverjar eru svona líkurnar? Ertu hræddur líf þitt núna? Líður þér stundum þannig eins og þú munir ekki komast í gegnum þetta? Nei, ég get alveg viðurkennt að ég hugsa ekki þannig. Nei? Hefur bara ekkert komið svoleiðis í mig. Nei. Og ég veit líka að það eru góðar batalíkur. Já. En það eina sem ég veit ekki neitt meira þennan sjúkdóm. Nei, Hodgkins bara... Bara Hodgkins, en ég veit líka reyndar að það betra að sé Hodgkins. Hann sagði það við með læknirinn að hann má ekki vera einhver annar en Hodgkins. En hefurðu hitt aðra sem hafa lent í þessum sporum? Nei. Ég hef ekki getað hitt neitt út af COVID. Svo skulum við tala það. Það bara þetta skrýtna í þessu öllu. Það verður enn meiri einangrun. Já, jú. Hvernig eiginlega að vera í þessu á þessum tímum? Það var svolítið skrýtið fyrst. En ég skal viðurkenna fyrstu vikuna því ég náttúrulega bara hætti í vinnunni og hætti öllu og bara, Já. Og bara í veikindalegi núna. Og en svo svo skrýtið að þú bara venst þessu. Núna einhvern veginn þá bara ég fer bara ég og Iðunn sem förum í göngutúr. Já. Ég og kærastinn mín. Já.
Þess vegna kannski getur ekki farið eins og inn í kraft eða hitt Nei, ég hef ekki hitt, sko, ég náði eins og ég segi að hitta hana Huldu áður en að allt bara lokaði, en ég hef ekki getað nýtt mér neina þjónustu eða neitt. Nei. Hvernig fannst þér það vera svona í upphafi veikindaferilsins eða þannig ferlisins, skulum við segja? Hvernig var að hitta þá einhverja sem að gat leiðbent þér? Hvernig fannst þér það? Mér fannst það bara mjög gott, segja alveg sér. Já. Það var mjög gott að hitta Huldu í Krafti, af því að hún er eina sem ég hef hitt. Já. Og að við gátum talað við hana, ég og kærasta mín, og þetta og hún sýndi okkur allt sem að Kraftur hefur upp á að bjóða, sem er mjög mikið, sem maður væri náttúrulega til að geta tekið þátt í. En það náttúrulega bara býður betri tíma. Já, en hvað með vinina? Þú átt svona þinn besta vin. Já. Og hvernig náið þið að missa ekki tengsli? Við tölum til dæmis mikið saman bara á Facebook og líka í gegnum símann og svo náttúrulega bara erum við svo vanir að tala mikið saman að það breytist ekkert. Það er bara eins. Jóhann Björn á mjög marga góða vini sem styðja hann vel. Einn þeirra er Daniel Þórarinsson, æskuvinur og æfingafélagi sem kynntist Jóhanni Birni þegar hann var að ná sér eftir vírusinn 14 ára gamall. Kennarinn okkar sagði okkur frá að einn væri að berjast fyrir lífi sínu. Já. Og ég man bara hvað það snerti mig og ég hugsaði bara til að kynna sér strák þegar maður sérstaklega frétti hann sigraði þetta, skilur. En á einmitt sagt að hann er svo óbúslega sterkur strákur, hann myndi ná þessu, skilur. Já. Það er nákvæmlega eins í dag, skilur. Það er eitthvað annað, hann segrar allt það sem hann vill segrar. En við kynntumst ekki fyrir ég byrjaði að frjálsar. Ég var í, 2010, byrjaði 10. bekk. Bara verið besti vinni síðan. Já. Áttu ykkur ráð handa vinum sem veit ekki kannski alveg hvað þeir eru að gera þegar að einhver þeirra nákominn veikist? Já, ég kynntist einum fyrirvandi krabbameinssjúkling sem einmitt talaði það að vinir hans lokuðu algjörlega á hann. Eftir að hann lenti í, fekk þetta krabbamein og mér varst það svo sorglegt og mér varst það svo líka. Þannig að ég vissi ekki alveg hvernig það átti að bera sig að. Ég held að það sé rosalega mikilvægt að vera bara opinn, frekar bara að spyrja frekar en að sleppa. Það er aldrei heimskuleg spurning. Oft liggur bara misskilningur í að fólk er ekki að tala saman. Þetta virkar eins og þið eigið mjög svona opin og heiðarleg samskipti, félagarnir. Já. Getið þið talað allt? Já, ég myndi segja það. Ég er allan þar. Mér finnst það mjög mikilvægt að bara segja nákvæmlega sem maður er að hugsa, eða tjá tilfinningarna sínir. Ég held að þetta er algjör óþarfi að lifa í einhverju skáp, sko. Já. Varstu hræddur þegar hann greindist núna með Hodgkins? Já, ég held að alla tilfinningar hafa einhvern rétt á sér og þetta var maður hræddur, skilur við. En það er að finna jafn sterkan mann, andlega og líkamlega, þannig að blessa það dreng, sko. Þannig að hann ætlar sér eitthvað, þá gerir hann það. Og ég þekki hann, hann er minn betri helmingur en að mínum bestu vinum, sko. Þannig að þú veist hann kemst yfir þetta? Já, að sjálfsögðu. Heldur að það hjálpi þér hvað þú ert í raun og veru opinn og komst út með þetta bara strax og sagðir fólki frá þessu? Já, ég held að hjálpi manni svolítið mikið. Líka það að eins og bara þegar ég fékk að vita þetta fyrst að þá var frekar erfitt að segja frá þessu. Það var bara, ég þurfti einhvern veginn að kyngja þessu bara. Og þá, en leið og mér fannst líka bara betra ef að bara fólk veit að því að ég bara er að gangi í gegnum þetta og ef að það er ástæðan okkur ég kannski er ekki að æfa og er ekki að gera neitt, sko. Já. Og alls konar svona hluti, þannig að mér fannst svona einhvern veginn ég þurfti bara að segja frá því á samfélagsmiðlum. Já. Og hvernig viðbrögð fékkstu? Ég fekk bara mjög mikil viðbrögð, miklu meira en ég átti von á, skal við ekki ná. Já. Og að því ég vildi bara koma þessu bara líka svo fólk bara að því maður þekki bara svo marga einmitt líka. Maður getur ekki tryggt í alla. Nei. Þannig að þá er kannski gott að nota samfélagsmiðlana. Já, þá koma þessi vel. Já. Hvað mun breytast? Svona, er einhverja ráðstafanir sem þið til dæmis, þú og Iðunn þurftu að gera? Hvað með þessar lyfjameðferð, mun hún hafa einhver áhrif á til dæmis að þú getur átt börn eða? Já, hún getur gert það held ég. Já. Og ég er búinn að frysta sæði. Já. Og búinn að gera þær allar ráðleggingar sem var líka svona einhvern veginn skrítið en ég fekk að vita það bara á fyrsta viðtali, sko. Já. Þannig að það var nú, það er
Það má nú líka alveg segja það að, þú veist, læknarnir og allt sem eru búin að hugsa mig, sko, þeir hafa gert alveg mjög vel, sko, með að segja manni allt strax og hugsa vel mann bara tala við mann. Og mjög þægilegt að tala við læknarna sem ég hef verið í kringum í þessu. Já. Þú býr nú bara hinum megin við Landspítalann í þessu tilfelli. Er það kostur? Ég held að það sé bara mikill kostur, já. Já, það stutt að fara. Ég er örugglega 1 mínútu að labba yfir í lyfjameðferð. Já. En hvað tekur hún svo langan tíma? Það er svona 2,5 tími. Já. Það er svona misjafnt og það er bara eftir í líka hvað ég mikið gerir inn á. En það er svona 2,5, eitthvað svoleiðis. Já. Finnst þér lengi að líða? Nei, ég hlusta alltaf útvarpið á meðan. Alltaf með bara 1 eyra í útvarpinu. Já. Og svo fylgist ég alltaf með þegar ég er að gera grunninn fyrir nýjan Landspítala. Já. Ég fylgist með út úr gluggann. Já. Ég finn mér bara eitthvað. Já. Við hvað starfarðu? Ég starfa hjá Tengli EHF, rafverktökum. Já. En ertu rafvirki? Nei, ég er að læra rafvirkjun. Ég er semst í helganámi hjá FMF. Já. Já. Og stefnir á að klára það? Já. Ætla bara að verða rafvirki. Já. Það er bara mjög flott. Hver eru næstu markmiðin þín? Hverju ætlar að ná? Ég veit að þú ert búin að setja þér markmið. Ég held að það sé svona 3 markmið. Það er náttúrulega að sigrast að krabbameininu, verða rafvirki og svo ætla ég aftur að keppa. Bara eins og ég gerði. Það ætlar að bara hlaupa. Já. Já. Og svo er líka alltaf svona lítið markmið eins og bara að, þú veist, eins og ég er búinn að vera að hugsa bara lengi þegar maður hættir að hlaupa á svona að það er bara til dæmis að fara að syngja í kór og gera alls konar hluti. Já, já. Bara meiri í hestamennskunni með bróðum mínum já. Og já. Það er alveg fullt. Það er svolítið mikið framöndan. Já, já. Hvað gefur þér langan tíma til þess að læknast af Hodgkins? Ég myndi segja að ég þurfi bara að fara í gegnum þessa lyfjameðferð, heila lyfjameðferð. Ætli það ekki bara? Ekki bara segja það. Það er bara flott svar. Já, það er mjög flott svar. Þannig að þú ert einhvern veginn í þessu miðju verkefninu en þú ert búinn að setja þér markmið. Já, ég held það. Bara ósjálfrátt, á þess að vera að hugsa út í það samt, sko. Maður bara, ég held að, já. Hlakka til að sjá þegar þú ert búinn með þetta gangi rosalega vel í þessu. Takk.